frekar en annað sem hefur komið svona mest á óvart við framkvæmdina sjálfa eða? Já, það var sem sagt klöppin í Bjarnadalsánni, hún var lélegri heldur en menn reiknaði með og þar þurfti að gera breytingar á stokknum. Það voru steyptir í hann tverrveggir og svo í botninn sem sagt og svo fyllt grjót á milli og svo steypt grjóti fast til þess að koma í veg fyrir rof ef að þarna kemur náttúrulega möl og já, þá geti það sem sagt grafið úr klöppinni og allt færi í burtu bara. Já, sem sagt þessi skering hér átti að gefa tæp 60.000 rúmmetra í bergi. Þegar farið var að sem sagt vinna sig inn í hana þá kom í ljós að hún innihélt ekki það efni sem við höfum reiknað með. Bæði lélegt berg og svo á milli leir og svona rauður vikur eða bruni eða eitthvað slíkt. Já, vegna þess hversu lélegt efnið var þá var tekin ákvörðun það þegar við sáum hvað við vorum að lenda inn í þá var tekin ákvörðun að gera 3 metra stall hérna uppi til þess að bæði til þess að taka við lausu efni og eins höfðum við áhyggjur af því að það hreinlega stæði ekki þetta efni. Það var hérna sem að við tókum þetta efni og kerjum því þarna niður yfir. Já, úr þessari öxl hér? Úr þessari skýringu hérna, já. Hér var skýringafláin flattur út til þess að reyna að fá snjóinn til þess að blása í gegn en ekki stoppa í skýringunni. Það eru það byrjum 200.000 rúmmetrar sem þarf að sprengja í þessu verki. Það er lagt upp með það að það eru í sjálfum sér engar námur í þessu verki nema þá svona vara námur en efnið er sem sagt allt tekið úr skeringum eða það sem að skorið er í jörðin og fengið sem sagt byggingarefni þannig.
byrja að leggja þennan veg bara hérna Já, bara 1929. Já, erum þá fyrst lagður þá? Já. Já, ok. Þetta var einhver hestaleið? Já. Já, Það var farið sko Bröttubrekku sem. Já. Og hún liggur hvað þá hinum megin, það ekki, eða? Inn Bjarnadalinn sko. Já, akkurat, já. Legan á veginum, er hún ekki fín? Jú, ég veist bara óþarflega mikið að beygum. Heldur þú að hafa tölu yfir það sem þú dreigið niður hérna af fjallinu? Á fólki? Nei, það var mokað einu sinni í viku og svo tvisvar í viku. Já, svona. Og svo bara yfirleitt lokað, kannski 1,5 mánuði alveg. Gamla brúin, hún er farin? Hún er farin, já. Hún var sprengt burtu. Ætlaði að taka hina? Það var á áætlun, já, að láta hana hverfa. Já, það er ótrúlega góð steypan í henni. Brúin er eiginlega alveg óskemmd. Það eru bara vængirnir sem eru þarna að láta á sjá verulega. Síðan hvernig er hún, segir þú? 1934. Hérna erum við upp á hvað? Hæstapunkt? Já, hér erum við upp á Merkjahrygg, já. Þetta heitir Merkjahryggur hérna. Og nú erum við komnir yfir hæstapunktinn og nú er bara undan brekkunni. Sko, við erum hérna í 408 metrum. Hefur ekki bara fundið fyrir almennir ánægju að þessi kafli skulle vera tekinn núna loksins fyrir? Jú, þetta verður gífurleg samgöngubót fyrir þá sem að þurfa að fara hérna á milli Dalasýslu og Borgarfjarðar og eins náttúrulega nýtist þetta líka fyrir þá sem fara á Vestfirðina.
kaplinn. Er það ekki hérna gilið framundan og? Jú, það er skriðan hérna framundan. Það er svo erfitt að vinna svona bæði. Þetta er bæði í hliðarhalla og eins sem sagt í brekku undan, sko. Og svo vitum við lítið efnið. Þetta er náttúrulega skriða og hægt við að við lendum í nefnaríku drullu sem að veðst upp í bleitu. Það er mest 9% halli hérna niður frá. Og hérðan er þessi, má segja, þessi halli alla leiðin, þessi 9% halli alla leiðina niður undir Bjarnarsá. Það er alveg í hámarki, sko. En það var ekki hægt að koma veglínunni fyrir á annan hátt með því að hafa þetta svona beint, annars voru hönnuðirnir að spá í það lengi að taka S-beygju hérna niður frá til þess að klifra upp, en töldu þetta skárri kost að fara í þessa 9% brekku og geta þá haldið beinni línu. Vegamálastjóri, alþingismenn, sveitarstjórnarmenn og aðrir góðir gestir. Ég vil nota þetta tækifæri til þess að segja hér nokkur orð af þessum merku tímamótum þegar að vegurinn Bröttubrekku er tekinn formlega í notkun. Ég vil sem samgönguráðherra þakka vegamálastjóra og öllum starfsfólki Vegagerðarinnar sem að þessu hefur komið fyrir vel unnið verk. Þetta var alveg gríðarlegur farartálur og stórhættum þig, þannig að þetta er stórhættulegt dagur. Góð dagur, já. Já, yndislegur.